ég verð bara að enda þetta á einu punkti. Það sko, Valgerður Bjarnadóttir, vinkona mín, hún fer inn á þing við og við og reynir að koma eftirlaunamálinu á dagskrá. Birgir Ármannsson segir, svona eins og kerfiskall, já það bara líklegt að það komist aldrei á dagskrá, það önnur mál frá þingmönnum. Og ég vil bara segja, sko, fólki misböðu þetta, verkalýðshreyfingunni misböðu þetta, misböðu þetta eiginlega öllum, nema þeim fáumönnum sem högnuðust á þessu. Ég meina, af hverju þetta ekki, mér finnst þetta mjög ósvíðu svar hjá Birgi, og af hverju þetta ekki, kemst þetta ekki á dagskrá? Þetta lýðræðishallinn á Alþingi. Þetta lýðræðishallinn á Alþingi. Þetta dæmi lýðræðishallann, það hvað gerist hvernig stjórnarflokkarnir og ríkisstjórnin í raun stýrir og misbýður löggjafarvald. En þeir bara prófa sig áfram að þetta mál gleymist smátt og bátt. Nei, það er búið að frumvarp frá forsætisráðherra þetta. Það nú ekki komið að þannig. Það fylgdi umræðinni í vikunni síðan, maður sá það í fjölmiðlum. Þetta líka í stjórnarsáttmálunum. Það pólitísk vilji að breyta þessu. Við munum ekkert sætt okkur við að þingmenn hafi sérkjör. Það bara af og frá. Þetta aðalega forseti Íslands og ráðherrar og hæstaréttardómarar sem hafa sérkjör. Þetta er einkum ráðherrarnir. Og það er náttúrulega bara líka athyglisvert. Svar Birgis mjög athyglisvert. Það lýsir ákveðnu ástandi. Og ég held að sko óbreyttir þingmenn, hvort þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu, finnir fyrir þessu að málin bara hverfa, og mér finnst það mjög skrítið og ég held að það sé... Ég sit nú í sig allsennandi, það hefur nú engin hvorki frá ykkar blessuðu flokkum krafist þess að þetta mál fara á dagskrá nefndarinnar nema Valgerður Bjarnadóttir, hún var að gera það í síðustu viku. Þetta á við ekki bara þetta mál, þetta mjög mörg þingmannamál, Ágúst. Og þetta ekki góð vinna. Þetta margir tugir mála sem að sitja sofandi í nefndum þingsins. Já, þið eru komin í allt aðra umræðu og hún þessi. Hvernig starfar þetta löggjafarþing? Og ég segi sem nýr þingmaður að maður situr á þinginu og veltir fyrir sig hvað maður að gera. Og þetta algjörlega óháð flokkspólitík. Ég skal alveg lofa því að nýju þingmennirnir eða þeir sem að horfa á málefnin gaggrínum augum og vinnubrögðin gaggrínum augum, þeir furða sig á þeim. Ég ætla að nefna eitt dæmi af því að það bara gjörsamlega, ég skil ekki hvernig stendur á því. Bara eitt lítið dæmi, ég geti nefnt vafalaust 100 dæmi. En þetta dæmi er þegar að umboðsmaður Alþingis flytur skýrslu sína fyrir þinginu, fyrir þingmönnum. Þá flytur hann ekki skýrslu sína, heldur það einhver annar. Mér skilstu venjulega það forseti þingsins, í þessu tilviki var það formaður allsherjarnefndar sem flutti skýrslu umboðsmanns Alþingis. Og ég einhvern veginn í fáfræði minni hélt að við myndum setjast með umboðsmann Alþingis einhver staðar. Sko, þegar ég spyrst fyrir þetta hafa mér sagt að einungis þingmenn og ákveðni starfsmenn þingsins fá að labba inn í þingsalinn. Nú þá kannski hægt að fara eitthvað annað, ekki satt? Og virkilega hafa svona umræðu, krítiska umræðu. Ég ber óhemju virðingu fyrir umboðsmanni Alþingis og ég geti tekið ótal svona dæmi að við einhvern veginn erum ekkert að ræða málin. Og svo fer fólkið í svona flokkagrífurnar sínar, stjórnarandstaða. Mér finnst þetta ekki nútímaleg vinnubrögð. Og ég er svo ósátt við þetta að ég á svolítið bátt, en ég er búin að ákveða þegja til að halda því aðeins áfram, halda áfram að skoða, svona eins og vísindamaður skoðar, svona eins og verkfræðingur skoðar. En þú komandi úr viðskiptalífinu og skólakerfinu, þér finnst þetta svona óeffektíft? Nei, ég er ekkert að tala um óeffektíft, það er svo ódýrt að segja það sé óeffektíft. Þetta er allt annað heldur en barasta óeffektíft. Þetta er bara þess eðlis að við eigum að vera krítisk og við eigum að skoða það í þágu fólksins okkar, í þágu framtíðarinnar. Hefur ekkert með flokkapólitík að gera. Fín lokaorð. Ég vona bara að þessi eftirlaunamál komist eins og er á dagskrá sem fyrst og það er gott að fá það inn aftur. Takk ykkur fyrir að koma hérna, kæru vinir. Stjórnarandstaðan segir að Alþingi sé ríkisstjórnarmiðuð stofnun. Stjórnarfrumvörp renni í gegnum frumvörp stjórnarandstöðu dagi uppi. Þingmenn allra flokka eru þó sammála um að efla þurfi stöðu Alþingis. Þingmenn greiddu atkvæði frumvarp heilbrigðisráðherra sjúkratryggingar í dag og var það afgreitt sem lög frá Alþingi. Áður en til þess kom ræddu þingmenn stöðu Alþingis og þá þróun að þingið sé fyrst og fremst orðin afgreiðslustofnun fyrir frumvörp ríkisstjórnarinnar. Varla sé nokkur leið fyrir almennan þingmann að koma máli í gegnum þingið. Nú er forseti gefið það út að fyrir þingi voru lögð fram 145 frumvörp og þingsályktunartillögur frá ríkisstjórn og þar voru 120 af þeim samþykkt. Á sama tíma voru lögð fram 74 þingmannamál og frumvörp frá þingmannum og 2 samþykkt og 78 þingsályktunartillögur og 8 samþykktar. Alþingi Íslendinga er ríkisstjórnarmiðuð stofnun. Það er að segja að það fást nánast ekki afgreitt önnur mál heldur sem eru þóknanleg ríkisstjórn hverju sinni.
Sannleikurinn sá að Alþingi Íslendinga kostar skattborgarana eins og 1 af 12 ráðuneytum. Og þess vegna það mikið kappsmál í mínum huga að efla Alþingi. Mörg hundruð frumvörp lögð fram af hálfu stjórnarandstöðunnar á þessu tímabili og voru 5 samþykkt. Sem langt innan við 1%. Ég vil endilega að þingið taki sér tak og framleiði fleiri lög og samþykki og semji sjálft fleiri lög sem það afgreiðir.